Síðust tekur til máls í þessum umræðum hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgitta Jónsdóttir, og talar fyrir hreyfinguna. Kæra þjóð. Ég renndi yfir fjárlögin í dag og þó svo að þau séu ekki eins hræðileg fyrir innviði samfélagsins sem við byggjum saman og fyrri fjárlög þessari ríkisstjórnar á eftirhrunstímum, þá sé ég ekki neitt til að tala sem tryggir bætt kjör þeirra sem svo sannarlega hafa þurft að bíða af sér storminn, oft við afar kröpp kjör, án þess þó svo að þessi hópa sé rætt nema á tyllidögum. Ég hitti nokkra frá þessum samfélagshópum fyrir utan þing við þingsetningun í gær. Við í hreyfingunni höfum það yfirleitt fyrir sið að fara út á meðal fólksins sem kemur þegar þing sett til að heyra af hverju það drífur sig niður á Austurvöll við þetta tilefni. Flestir sem voru á Austurvelli í gær voru öryrkjar eða ellilífeyrisþegar. Þessir hópar eru yfirleitt alltaf hundsaðir því hverju geta þau svo sem hótað ef að kjör þeirra eru skert? Að hætta að vera gömul? Að hætta að vera veik? Þessir hópar voru fyrstir til að þurfa að þola skerðingar sem forleika Alþjóðagjaldeyrissjóðsins þrönga stakki. Þessir hópar verða að fá kjör sín bætt. Ég skora á hæstvirta ríkisstjórn að sýna að efniviður og grunnur hennar sé þeirra sem meina í sínu vinstra hjarta að þessir hópar mega ekki lengur verða út undan í samfélaginu okkar. Horfumst í augu við að það er viðvarandi fátækt á Íslandi sem er smánarblettur á samfélagi okkar. Gerum samkomulag að gera allt sem við getum til að uppræta þessa smán. Forseti, það er margt sem þetta þing hefur gert vel og hefur ekki farið hátt enda ekki neitt sérstaklega fréttnæmt ef fólk getur unnið vel saman sem kosið til þess að gera einmitt það. Við höfum upprætt marga óþarfa hefðir, leyndarhyggja er á undanhaldi, verið að vinna að leiðum til að greiða leiðina á milli þings og þjóðar og vonandi tekst okkur að byggja hvata fyrir almenning til að fylgjast betur með og hafa bein áhrif á störfin okkar. Það hefur vakið traust og jafnvel smá aðdáun að þingið samþykkti einróma að fela ríkisstjórninni það verkefni að smíða löggjöf sem lýtur að því að móta landinu sérstöðu varðar upplýsingar, tjáninga og málfrelsi. Á komandi þingi verða lögð frá mörg lög sem eru samin með þetta leiðarljósi frá ráðuneytunum sem var falið að smíða lögin. Ég hef fulla trú á að það séu ekki orðin tóm enda verið að undirbúa og smíða þessi lög í stýrihóp með fulltrúum úr öllum ráðuneytum sem þingsályktunin tiltók. Forseti, þingi hefur í auknum mæli tekið sér þau völd sem því ber sem löggjafar samkundu að smíða lög og fela framkvæmdarvaldinu verkefni sem eru stefnumótandi. Þannig virkar alvöru lýðræði. Í Sviss er alvöru þrískipting valds. Þar er þingið alvöru löggjafar samkunda en ekki eins og víðast annars staðar tíðkast þar á meðal hérlendis stimpilstofa fyrir framkvæmdarvaldið. Ég vona að okkur takist að rjúfa vítahring gamalla hefða án þess þó að glata menningarlegum arfi okkar. Ég vona að það geti myndað sátt hér innan veggja og siðvættari umræðu hefð verði ekki aðeins draumsýn. Og það er eitt sem ég langar til að minnast á í tengslum við umræðuhefðina hér inni, að við erum hérna til þess að smíða lög sem ekki með hólum í, til þess að fyrirbyggja þessu grá svæði og því það til háborinnar skammar að við notum andsvör sem hóla í þingsköpum á þann hátt sem við gerum. Og við eigum að vera fyrirmynda því að misnota ekki lög þó að séu gallar í þeim. En góðu landsmenn, núna svokallað kosningaár. Þá verða mörgu fögru lofað og jafnvel verður það svo að ýmis kosningaloforð verða efnd. Þetta þing mun hafa tækifæri til að leggja grunn að því að endurheimta traust á þessari stofnun og vil ég leggja mitt af mörkum til að gera það að veruleika. Ég hef alltaf verið mjög veik fyrir nánast ómögulegum verkefnum og ég hef vel sótt í slík verkefni. Ég hef nefnilega fulla trú á að okkur takist að reisa hér sanngjarnt samfélag byggt á nýjum grunni. Til þess þarf þing og þjóð að nýta þann efnivið sem við höfum til að byggja úr. Við höfum fengið góðan grunn út frá því ferli sem hefur nú þegar átt sér stað við undirbúning og afhendingu á nýrri stjórnarskrá.
Ég vona að fólk átti sig á hve mikil forréttindi það eru að fá tækifæri til að taka þátt í þessu ferli hins þroskaða lýðræðis samfélags. Það er nefnilega alls ekki sjálfgefið að fá slíkt tækifæri til að ræða framtíðarskipan og efni við samfélag síns. Þeir eru margir utan Íslands sem öfunda okkur fyrir að hafa skapað okkur þetta tækifæri. Ef krafan hefði ekki verið svo skýr fyrir síðustu kosningar að við yrðum að huga að alvöru þrískiptingu valds, að tryggja alvöru upplýsingafrelsi, að tryggja að auðlindir þjóðar séu undir forsjá þjóðar, að kanna hvort að tími sé kominn til aðskilnaðar ríkis og kirkju, betra kerfi til að kjósa eftir, beint lýðræði og betri leiðir til að tryggja aðhald og þátttöku almennings í samfélaginu. Lýðræði þýðir nefnilega að lýðurinn ræður. Það er ekki hægt ef fólk ræður aðeins á 4 ára fresti. Það hefur skapast gjá á milli þings og þjóðar sem svo æpandi með víggirðingunum fyrir utan þingið í gær. Byggjum brú yfir þessa gjá með því að treysta almenningi til að gefa okkur skýra leiðsögn hvert skal halda með nýja stjórnarskrá. Kæra þjóð, ykkar að færa okkur skýra leiðsögn með því að mæta á kjörstað þann 20. október og kjósa nýja stjórnarskrá. Okkur þingmönnum ber að hlíta vilja ykkar. Ég skora því á þing og þjóð að taka höndum saman til að tryggja að ferlið verði ferli sem við getum litið tilbaka á sem eitthvað sem við fyllum stolti af að hafa fengið taka þátt í. Við munum aldrei fá annað eins tækifæri. Nýtum það.